Eftir margra ára leit á Gísla fann Börkur hann loks í Geirþjófsfirði þar sem Gísli og Auður höfðu óvart skilið slóð eftir sig á leið í Seleitt skammt frá bænum. Gísli varð var við þá og flúði upp á Kleifarnar skammt frá og Auður og Guðríður fylgdu á eftir og gerðu þau sig tilbúin í orrustu. Börkur kom upp á Kleifarnar með 12 menn í eftirdragi og segir Gísli honum að ef hann ætlar að berjast við sig þá sé eins gott að hann berjist eins og maður og eigi fyrsta höggið því að það var hann sem átti mest sökótt við hann, en Börkur lét alla hina mennina gera skítaverkin sín. Eftir hörkubaráttu voru allir menn á vígvellinum sárir eftir átökin sem því fylgdi að berjast við Gísla, Auði og Guðríði. Þeir hentu grjóti í höfuð mannanna og voru mikið hjálp fyrir Gísla. Þegar að leið að lokum var Gísla orðinn mjög sár, rétt eins og hinir. Sóttu þá Eyjólfur og frændur hans að Gísla og höggva í hann svo að iðrin hans falla úr, en sveipar hann að sér iðrunum og skyrtinu og bindur fyrir hann neðan með reipi. Þá bað hann þá að bíða eitt augnablik og leyfa sér að eiga sín síðustu orð, fór hann þá með vísu sem varð hans seinasta vísa. Leið og hann hafði lokið við vísuna, stökk hann af hamrinum og keyrði sverð sitt í höfuð Þórs frænda Eyjólfs. Takk fyrir okkur!